Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Það komið tími til þess að taka skýrslu af heimsmálunum af Hilmari Þór Hilmarsinni sem í sambandi við okkur frá Akureyri. Blessaður. Sælustu. Herðu, vanalega ræðum heimsmálin og undanferðið við rætt mikið Trump sem skiptir miklu máli í Miðausturlöndum, í Úkraínu, í öryggismálum Evrópu, í svona vaxandi átökum milli stórveldana í heiminum. En núna eiginlega Trump upptekinn af því að herja á eigin landsmenn. Hann búinn að senda þjóðvarliða til Kaliforníu og núna landgönguliða, skilst mér. Það var sagt í gamla daga að eitt af ástæðum þess að Ronald Reagan hafi orðið forseti í Bandaríkjunum var það að þegar hann var fylkisstjóri í Kaliforníu þá sigaði hann þjóðvarliðinu og hippana í San Francisco. Þannig að það þykir stundum vinsælt að berja á þessu liði og þeir sem að mótmæla í Kaliforníu þegar maður sér myndir af því þá fólk með Palestínu klúta og bleikt hár og svona piercing í andlitinu og svona antifa look svona og ég var að fylgjast með þessu á Fox í gærkvöldi og ég sá svona ummælin hjá fólki að það var á því að það ætti bara að handtaka fylkisstjóran að Trump ætti eiginlega bara að hertaka Kaliforníu þannig að stemmingin í Bandaríkjunum ansi viðsjárverð. Já, sko, Kaliforníu demókrataríki. Þetta var undantekning þegar Ronald Reagan var governor eða ríkisstjóri í Kaliforníu. En þetta nú ríkasta fylki Bandaríkjanna. Þetta land sem þetta ekki land, þetta ekki þjóðríki en þetta ríki. Að það fjölmennt og Kanada, nánast, kannski munar 1 milljón Kanada fjölmennar og þetta væri í 4. stærsta hagkerfi í heimi, þetta væri sjálfstætt ríki. Þannig að ég held að Trump þurfi að fara svolítið varlega í samskiptum við Kaliforníu. Auðvitað eru skoðanaskipti innan fylkisins. En ríkisstjóri Kaliforníu hefur kært stemt Donald Trump og ríkisstjórn hans fyrir að tollamálin, að Trump að setja tolla hingað og þangað heiminn á grundvelli þessi neyðarástand í Bandaríkjunum sem mjög margir og það með ríkisstjóri í Kaliforníu telur að sé ekkert líkt neyðarástand og svo núna stefnir honum fyrir að senda þjóðvarliða og svo hermenn núna án þess að hafa samráð við sig sem hann segir að sé lögbrot. Þannig að þessi náttúrulega mjög sérstakt ástand í landinu en þetta mjög öflugt ríki og svo spurningin ef það verða svona miklar óeirðir eins og hafa orðið í Kaliforníu og þetta í LA, Los Angeles, hvort þetta mun breiðast út og Bandaríkin eru immigrant culture, þetta land sem byggir á innflutningi á fólki, þetta allt innflytjendur sem búa þarna og staða Bandaríkina ef það hægt að fá innflytjendur mun veikjast, ég meina Bandaríkin sjálfur þeim ekkert að fjölga og í stórveldasamkeppninni skiptir máli að Bandaríkjunum halda áfram að fjölga og styrkurinn sem þeir hafa fram við Kínverja það að þeir eru vanir að taka við fólki í öllum heimshornum og koma þessu fólki inn í þjóðfélagið sér. Allt þetta fólk lærir ensku og hafa náð að stækka landið þannig og þetta fólk sem verið að hrekja frá Kaliforníu, mikið þessu eru mjög þarft fólk, það hefur þessu pappirinn ekki í lagi. Búin að vera þarna árum saman og að vinna mjög þörf störf. Við erum náttúrulega að glæpa menn innanum og fólk sem vandræða fólk en mikið af þessu fólki bara mjög þarfir teknar sem Bandaríkin og Kalifornía þarf að halda. Þannig að þetta alveg sérstakt að nú sé komin þessi mikil áhersla á að losa sig við þetta fólk sem svona backbone en mjög mikilvæg þáttur í bandarísku hagkerfi og það haldi áfram að vaxa og styrkjast og þetta tengist líka stórveldasamkeppni til þess að vera stórveldi og þarftu bæði fólksfylgd og auð. Og ef þeir fara að hrekja þetta fólk á landinu og Bandaríkjunum fara að fækka, þá veikir það stöðu Bandaríkjanna. En á bakvið Trump fólk sem myndi svara þessu með því að það má vel vera að innflytjendur séu mikilvægir þegar við ætlum að halda hér áfram vexti efnahagslífsins en hins vegar hafa þau svo neikvæð áhrif á samfélagsgerðina og ég byrjað að upplifa mig eins og útlendingi í eigin landi þannig að ég til í að taka bara minni vöxt og færri útlendinga svipað og kannski umhverfissinnar getur sagt ég vil bara minni hagvöxt og bjarga jörðinni, ég vil minni hagvöxt og bjarga bandarísku samfélagi. Já, Trump heldur það að America First Policy og einhver einangrunarstefna og tollastefna muni örva hagvöxt í Bandaríkjunum og efla efnahag Bandaríkjanna en það mun hafa alveg þveröfuga áhrif. Það hægir á hagvexti
og hann gleymir því að hann tekur ekki fullinn í myndina ef hann beitir tollum að þá koma aðgerðir á móti. Þetta jafnast út. Og Kína orðið það öflugt land að þeir geta gert undir Bandaríkjunum mikið tjón ef að grípa til aðgerða á móti í Bandaríkjunum. Þannig að heimurinn breyst. Bandaríkin hafi ekki styrk lengur. Þetta ekki með 15-20% af heimsafgerðinni eftir hvernig þú mælir það. Trump lifir í heimi sem farin. Bandaríkin get ekki beitt þessum þvingunum lengur. Og sem ég var að segja við áður að tala saman áður að það sem gerist það ef Bandaríkin fara að haga þessu svona og til dæmis eins og núna verið að heimta það að Bandaríkin beiti viðskiptaþvingunum að tollum á Indland líka og refsækjur ekki Kína til þess að vegna eins og Úkraínstríðsins það verið að tala um stórveldassamkeppni ef það þrýsta saman Indland í Kína gegn Bandaríkjunum og Rússland fyrir að vinna með þeim líka og í miklum utanríkisviðskiptum við Kína og Indland, ef þið gera þetta, hefða þessu svona, þá bara veikir þetta Bandaríkin. Þannig að ég sé ekki neitt í þessu, það er líka það þetta fólk sem auðvitað eru glæpamenn allstaðar innan innflytjendur og allt þetta, en flest af þessu fólk eru bara mjög þarfir þegnar. Ég hef sjálfur búið í Kaliforníu og hérna í Berkeley og verið mikið í San Francisco. Og þetta fólk bara á stóran þátt í því að halda þessu risastóra hagkerfi Kaliforníu gangandi sem stærra hagkerfi heldur en Bretland eða Frakkland, stærri en Japan í dag. Þannig að það þarf að fara mjög varlega þarna. En þetta líka pólitísk mál í gangi vegna þess að þarna eru demókratar við völd og Trump líka eins og borgarstjórinn í LA sagði, hann að gera ykkur tilreiði, hvað kemst hann upp með? En allavega ríkisstjórinn segir að þetta sé ólöglegt ef það sé sendir þjóðarliðar eða ykkur her inn í fylki eins og Kaliforníu að þá þurfi það að vera gert í samráði við ríkisstjórann. En það var ekki gert, þannig að nú Trump komið með 2 stefnur frá Kaliforníu gegn honum, að þið vitum að hann er að senda þetta á vegum alríkisins. Við vitum að Bandaríkin eru federal state, þar sem þetta eru samband 50 ríki og Kalifornía langstærsta og mikilvægasta og fjölmennasta fylkið, að hann er að augra þeim og þetta fólk sem er að mótmæla lítur náttúrulega á þessa sendiboða frá Trump sem hans fulltrúa og þá verða viðbrögðin ennþá harðari. Já, og þetta er náttúrulega því að þú sagði bæði mótmæli og svo sagði óeirðir og það er náttúrulega skiptir máli hvernig þetta er skilgreint. Upphaflega er þetta bara mótmæli sem er að mótmæla stefnu stjórnvalda og það er hluti af opnu lýðræðislegu samfélagi að leyfa slíkt og bara nauðsynlegt að almenningur hafi tækifæri til þess að mótmæla stefnu stjórnvalda. En síðan þegar mótmælanum er mætt með hörku, með þjóðverðliðin og fleira, þá verða náttúrulega meiri harka meðal mótmælenda og mótmæli geta breyst í óeirðir og þá kannski kemur það sem að Trump vill helst fá út úr þessu að mótmælendur séu raunverulega þeir sem eru að grafa undan samfélaginu og þeim verða að mæta með hörku. Þannig að þeir sem eru á móti mér að það er eðlilegt að mæta þeim með vopnavaldi. Já, það er bara spurning, breiðist þetta út í önnur fylki, við bland við 50 fylki. Kalifornía er mjög öflugt, þetta er óbáslega öflugt, þetta er eins og ég sagði, þetta er eitt af stærstu hagkerfum í heiminum með þetta verið sjálfstætt ríki. En breiðist þetta frekar út og ég held að það muni ekki vera Trump til framdráttar og þetta fólk sem hann Bandaríkin hafa alltaf grætt á innflytjendum, alltaf grætt á því að fá innflytjendur og nýta þá. Auðvitað eru þeir misjafnir. En það er því mikið efnahagslegt áfall held ég fyrir Bandaríkin ef þetta fólk er allt meira minna hrakið í burt úr landinu. Þannig að þetta byggir á algjörnum misskilningi. Hann talaði svolítið, ég bara manni því ég bjó í Kaliforníu í fyrri kosningabaráttu Donald Trump, þegar hann var kosinn 2016 og var síðan kosinn 2017 og hann talaði svolítið mikið þetta væri alltaf með einhverju nauðgarar og glæpamenn. Auðvitað eru innanum, en vegna þessu fólk eru mjög nýtir þegnar, maður sér þetta bara að ferðast á Kaliforníu, að fólk sem eru í alls konar þjónustustörfum sem eru nýt störf eru mikilvægt fyrir hagkerfið og þannig að ég held að þessi byggja á misskilningi og líka tollarnir og öll þessi stefna og að beita einhverjum neyðarlögum með neyðarlöggjöf til þess að gera sem hann er að gera er eitthvað, og það er svona líka vekur spurningar að þingið í Bandaríkjunum virðist vera alveg handónýtt að grípa ekki taumana auðvitað hefur Donald Trump hann hefur meiri hluta, republikanar hafa meiri hluta í öldungadeildinni og fulltrúadeildinni en það er náttúrulega ekki víst að það verði ef þetta heldur svona áfram. En maður vekur samt athygli að þingið skuli því þetta er líka þing og það er fulltrúadeildin og öldungadeildin að þetta virðist vera alveg handónýtt stofnun að grípa ekkert inn í og reyna að koma á einhverju reglu í landinu. Maður skilur þetta ekki. Það er eins og demókratarnir hefur verið lagt niður stjórnarandstöðu. Já, þeir allavega eru ekki mjög áberandi í þessu og að grípa inn í þetta en auðvitað eru
eru republikanar í meirihluta núna en svo eru midterm elections og koma kosningar og þá getur þetta breyst og þá getur verið að þingið verði virkara. En ég meina það er voðalega hæpið að ætlast að líta svo að það sé slíkt neyðarástand í Bandaríkjunum að það sé hægt að gera sem Trump er að gera, enda segir ríkisstjóri í Kaliforníu og stefna Trump að þetta sé ólöglegar aðgerðir því að auðvitað er Kalifornía er hátækniríki. Þeir eru með mjög mikið landbúnað, þeir eru mjög mikið hagkerfi sem eru ferðamannaiðnaður, hagkerfi sem eru að vaxa mjög mikið og þetta eru opið hagkerfi og við erum aðtúa það að þeir liggja að Kyrrahafinu og þeir eru mjög mikil tengsl við Asíu vegna þess að hvernig þeir liggja, þetta er vesturströndin. Þannig að auðvitað leggst þetta allt illa í Kaliforníu og þetta mun draga úr hagvexti þar og getur komið illa niður á hagkerfi sem hefur verið að vaxa mjög mikið undanfarið með mikinn hagvöxt. En þú nefndi þingið, nú er það álitamál hvort að forsetinn hafi völd til þess að siga hernum á borgara landsins. Er að vænta þess að það sé ykkur fyrirstaða í hernum að hlýða ekki forsetunum þegar hann er með svona tilskipanir? Fyrrverandi Joint Chiefs of Staff, sem er æðsti herforingi Bandaríkjanna sem hann gaf það út í ræðu að herinn myndi ekki sýna forseta hollustu sem að veri með einræðistilburði. En sá sem er tekinn við hefur ekki sagt það sama, en það kom fram og hann sagði þetta bara beint. En ég hef ekki heyrt talað það, herinn muni fara að koma beint inn í þetta, en ég meina það er mjög óvinnilegt ástand í landinu, það er ekki spurning og ef óorðir breiðast út og magnast þá veit maður ekkert hvar það endar. Nú hefur maður ekki sagt að Bandaríkjunum væru á barmi borgarastyrjaldar. Ég veit ekki alveg hversu mikil alveg er á baku það. Sumir jáfnvel segja að borgarastyrjaldin hafi aldrei klárast. Hún hafi verið svona bara sett á hold og hún sé að springa út aftur núna. Þú hefur búið þarna úti. Eigum við að vera að horfa á þessa atburði þarna í Kaliforníu sem eitthvað sem að gæti stigmagnast upp í einhver svona átök sem er bara erfitt að ímynda sér hvert geti leitt? Þegar ég bjó í Bandaríkjunum var allt öðruvísi ástand heldur en núna og það var með þess að ég var alveg hissa, ég vann hjá Alþjóðabankanum og alveg rétt við Hvíta húsið og þar var fólk í tjöldum fyrir framan Hvíta húsið alla daga að mótmæla og það mátti ekki fjalla þetta fólk vegna stjórnarskrárinnar, það hefði sitt málfrelsi og gat verið þannig í tjöldum og gert mótmælt og öskrað á Hvíta húsið eins og það vildi, það var ekkert gert í því, lögreglan bara fylgdist með en það var ekkert gert. Það er eins og að sé eitthvað að breytast núna í þessu en allavega Bandaríki sem ég þekkti þegar ég bjó þarna, ég er búin að búa þarna samtals í 10 ár á tímabilinu frá 1987 og til 2000 og eitthvað 2019 eða eitthvað slíkt með hléum. Þetta er allt öðruvísi ástand núna heldur en hefur verið. Ég hef aldrei séð svona ástand í Bandaríkjunum og líka að forsetinn sé þannig að hann sé alltaf á samfélagsmiðlum með alls konar skilaboð og skipti jafnvel skoðun á klukkutíma fresti í utanríkismálum. Ég hef aldrei séð svona lagað áður. Já, þannig að þín reynsla af því að hafa búið þarna að hún kannski gagnast ekkert við að greina ástandið eins og í dag. Ég hef verið að velta þessu fyrir mig þegar ég er að tala við Íslendinga sem hafa búið þarna lengi og tala ástandið í Bandaríkjunum að ég velti fyrir mér að sannsinn sem að fólk hefur sem að bjóða þarna kannski fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum að kannski dugar hann ekkert í dag því að samfélagið er bara gerbreytt. Já, og það er líka, maður velti náttúrulega fyrir sér, Donald Trump er forseti, hann var ekkert forseti eftir eigin tilskipun, hann hlaut lýðræðislega kosningu. Þannig að það er náttúrulega, ég er ekki sumt sem hann er að gera, kemur örugglega óvart frá sjónarhorni þeirra sem að kusa hann. En maður samt velti fyrir sér hvernig stendur á því að maður með hans sýn á heiminn og hvað hann er að gera skuli ná kjöri, þá er það vekur spurningar hvað er að gerast í Bandaríkjunum. En ég verð að segja að það sem er að gerast núna er mjög ólíkt því sem að ég hef séð áður. Forsetar voru ekki á samfélagsmiðlum á næturnar að senda út frá sér skilaboð eða hvenær sem var og klukkutíma fresti og taka utanríkismál og snúa þeim á haus, sitt á hvað og breyta skoðun á klukkutíma. Þetta skapar mikinn óstöðuleika því að Bandaríkin náttúrulega eru langstærsta hagkerfi í heimi, þetta er mjög öflugt ríki, valdamesta ríki, öflugasta herveldi í heiminum og það skiptir máli fyrir umheiminn að það sé ákveðin stöðuleiki í landinu.
Það sé ekki forseti sem að rífast á nóttinni við ríkasta mann í heimi og hótonum því að hættu öllu viðskipti við fyrirtæki hans og ríkasti mann í heimi hótar á móti að senda þá ekki geimflugar til þess að þjónusta geimstöðvar. Þetta náttúrulega kostulegt sem við höfum verið að fylgjast með undanfarna daga. Já, þú getur líka ímyndað hvernig fyrir Evrópusambandið og hvernig fyrir NATO að umgangast forsetann eins og þetta núna. Og fyrir Asíuríki, Austur-Asíu, eins og Japan og Suður-Kóreu og Filippseyjar og lönd sem að treysta ákveðin stöðuleika frá Bandaríkjunum og treysta ákveðina leiðsögn. Þetta skiptir mjög miklu máli. Bandaríkin hafa verið svona land sem að þessi lönd, sem við kallum Vesturlönd, ég líti á Japan og Suður-Kóreu og Ástralíu sem hluta Vesturlöndum, þau hafa lítið á Bandaríkin sem ákveðin svona stöðuleika, eitthvað sem þau geta treyst á og Bandaríkin leiði G7 og svona og það séu leiði NATO, Trump fyrirlitur NATO og og eigið þokkaleg samskipti við Evrópusambandið. Þannig að nú þetta bara bát sem ruggað og veist ekki hvað það endar. Og þannig að, og líka bara það veit enginn hver stefnan í utanríkismálum því hún breytist bara, hún getur verið allt önnur, ég meina þegar við erum að tala hvað Trump sagði í dag og þegar við erum búin að tala saman núna þá getur hann verið að segja eitthvað allt annað næst. Þannig að þetta skapar þetta ákveðið óöryggi að sér til dæmis þegar Trump að fara til NATO og hvað talaði Frankastjórinn eða þegar að fata í samskipti við bara leiðtoga Vesturlanda eða Frankastjórinn NATO þessi aðilar eru vandræðilegir, þau veit ekkert hverju þeir eiga von á og þau veit ekki hvernig þeir eiga umgangast Trump og mér þess að Zelenski kann ekkert á Trump hvernig hann á umgangast hann. Þannig að þetta er voðalega sérstakt ástand. Það virðist vera eins og stefna sér svo að hinn sterki hann eiginlega geti grætt á einhverjum óróa að þá komi fram eiginlega styrkur hans á meðan að kannski einnig veikari rökkvi af bátnum. En talandi að því að við erum komin til Evrópu í Úkraínu, hann boðaði hann Trump að hann ætlaði að leysa Úkraínu stríðið á einu degi. Hann virðist bara hafa gefist upp núna og þar ástandið þannig að Rússar eru að sækja á, að þeir eru að vinna landsvæði. Það óvíst hvaða stuðning Bandaríkin ætla að hafa. Það krafa aukinn þrýsting á Rússland sem erfitt að sjá hverja vegna þess að Rússar eru undir mjög þröngum viðskiptaþvingunum. Það væri þá næsta skref væri þá að þvinga þau lönd sem að eiga í viðskiptum við Rússland eins og Indland eða Kína eða annað slíkt sem að myndi eiginlega leiða til, ég veit ekki hvers, bara stríðsástands í heimshagkerfinu. Hvert sérðu fyrir þér hvert þetta getur þróast í ástandið í Úkraínu? Þú sér hvernig Trump talar. Hann talaði það þegar verið að ræða þessar árásir sem eru núna. Fyrst náði Zelenski og hans menn að gera árás á flugvöll langt inn í Rússlandi og með þess að svæða sem eru kjarnagóvn, þarna voru vélar sem voru kjarnagóvn og það voru eyðilegar og maður veit ekki hvað eru margar, allt frá því að vera 5 og upp í 41 og sem ég segja séu kannski bara 14-15 vélar sem voru skemmtar þannig en ekki eyðilegar alveg en þetta eru vélar sem löngu hættir að framleiða þannig að maður veit ekki hvað það var mikið og svo segir Trump eitthvað eða segir hann að þetta sé og þá kemur svar frá Rússlandi þessar loftarásir sem búið að vera á Kiev og Kharkiv og svo núna Odessa mjög hörð viðbrögð að þá segir Trump að þetta sé eins og krakkar sem þurfa að fá að slást og svo segir hann líka eitthvað á þá leið að Zelenski hefði gert eitthvað sem réttlæti það að Trump notaði bombs the hell out of them, að segja sprengja allt til loft upp í Úkraínu, að tala eitthvað með þannig. Þeir þurfa að fá að slást, þeir þurfa að fá að berjast og svo gerði Zelenski eitthvað sem var réttlæti það að Putin sprengja allt til loft upp í Úkraínu. Þetta er voðalega sérstakt hvernig þetta er. Sannleikurinn er sá að Trump hefur engan áhuga á Úkraínu, hann hefur engan áhuga að halda þessu á hann að loka þessu stríði, hann sér engan flöt til þess að loka þessu, það ber svo mikið á milli. Og það er ekki bara núna að Rússar segjast núna að vera ráðast í 5. oblastið
fimmta svæði sem þeir að taka, þessi 4 sem þeir heimt að fá, það ber svo mikið á milli og ég held að Trump líka fann maður að heyra að Trump að færa vopn og loftvarnakerfi og vopn sem átt að fara til Úkraínu og Zelenski hefur að krafti við því núna til Miðausturlanda vegna þess að það gengur svo illa að semja við Íran og Ísraelsmenn vilja bara stríða við Íran og hann að undirbúa það og náttúrulega Persaflóin alveg gríðarlega mikilvægt svæði fyrir Bandaríkin og linda fyrir Kína og alla þannig að hann orðið mikilvægt að segja hann reyna að draga vopn og sendingar og annað í burtu. Á sama tíma eru Evrópuleiðtogar að tala um það að það þurfa að herða viðskiptaþvinganir gagnvart Bandaríkjunum að grípa til einhverja aðgerða og Zelenski segir gjarnan að Bandaríkjun þurfa að gera eitthvað sem þarf til að stoppa þetta af, stoppa Rússland af, þvinga. Þetta bara fáránlegt. Þarna lifa menn bara í einhverjum heimi sem löngu horfinn. Betur Hilmar, af hverju er þetta fáránlegt? Er það ekki bara eðlilegt að næsta skref að setja viðskiptaþvinganir á Indland til þess að stöðva viðskipti milli Rússlands og Indlands til þess að draga úr afli efnahagskerfisins í Rússlandi svo að þau hafi ekki afl til þess að heyja stríðið áfram? Málið er það, þetta minnir mig á það þegar Primakov, ég var á NATO-fundi 1995-99 þegar Primakov var utanríkisráðherra Rússlands, hans draumur var sá að efna til þannig illinda við Bandaríkin að Rússland, Kína og Indland myndi fara að vinna saman sem tríó og það var í vonlaust til lengdar fyrir Bandaríkin og Vesturlönd að vera í slag við þessi lönd. Þessi lönd þetta eru lönd sem eru með yfir 3 milljarða manna í dag og eru öll lönd sem eru allavega Kína og Indland núna í miklum vexti og Bandaríkin, ein ástæðan fyrir að Trump með þessa stefnu sem hann með gagnvart Úkraínu, hann talar sitt og hvað og hann vil engan áhuga að fara í þingið og biðja frekari aðstoð en einu nemur svo að hann sér ekki fram á að borgi sig að vera í átökum við Rússland til lengdar. Það verður einhvern tímann að ná skárra ástandi við Rússland heldur en þó að sé erfitt að sjá það fyrir sig núna en þess vegna hefur verið að hringja í Pútín og Pútín verið að hringja í hann og þannig að það það sem hann sér fyrir sér ef að hann nær það er mjög erfitt fyrir hann að rjúa eða spilla sambandinu milli Rússlands og Kína eftir eins og staðnir í dag en ef þetta verður þannig og Bandaríkin hafi verið að reyna að halda bærilegu sambandi við Indland löndin sem eru í mestum utanríkisviðskiptum við Rússland í dag eru Indland og Kína og ef við setjum viðskiptabann þessu lönd þá eru þessu lönd farin að vinna saman eins og Primakov vildi á sínum tíma og þá er það að ná því markmiði. Það er vonlaust fyrir Bandaríkin að ætla að vera í stórveldaátökum við öll þessi lönd samtímis. Þannig að það sem að Evrópuleiðtogarnir eru að tala um og það sem að Zelenski er að tala um einmitt það sem þarf til að þessi draumi Primakov rætist. Það er að segja að Bandaríkin séu með öll þessi lönd á móti sér og ég meina, þetta er algjörlega óraunhæft. Bandaríkin geta ekkert heimurinn er bara breyst. Það er ekki markmiði, Hilmar. Markmiði er að setja viðskiptaþvinganir á Indland svo að Indland hætti viðskipti við Rússland og kaupi sér frið við vesturveldin með því að hætta að kaupa olíu af Rússum og hætta stundað viðskipti. Indland þarf ekkert að vera ef Bandaríkin fara að beita Indland viðskiptaþvingunum þá mun bara Indland auka sig í viðskipti við BRICS-löndin, við Kína, við Rússland og önnur lönd. Vesturlönd hafa ekkert lengur þetta vald að geta beitt viðskiptaþvingunum á þann hátt að það hafi ekki lengur þetta vald að þau geti beitt viðskiptaþvingunum þannig að Rússar muni gera þetta eða Indland muni gera þetta eða Kína. Þessi lönd muni bara bregðast við og þetta er stór hagkerfi að það sem getur gert er bara utanríkisviðskipti við Bandaríkin bara minnka. Og það bara hægja hagvexti. Hvernig stendur á því að stefna eiginlega allra stjórnvalda í Evrópu er, eins og þú lýsir því, er eiginlega marklaus. Það er hvernig á að enda Úkraínustríðið, hugmyndi þeirra að þau geta bara ekki gengið upp. Hvernig stendur á þessu? Já, það sem að velti fyrir sér hvort að þau telja að þau vilji ekki að stríðinu ljúki, vilja halda því áfram og vilji að Úkraínumenn halda fram að berjast í vonunum að það snúist einhvern tíma við staðan á vígvellinum en hún er ekki að snúast við. Ég meina ef að Bandaríkin eins og þau að draga út úr vopnasendingum til Úkraínu smátt og smátt
við sjáum að árásirnar sem að Pútín er núna að gera á borgir í Úkraínu, að loftvarnakerfin er að bresta og það eru meira og meira eldflugum og drónum sem lenda á það sem eiga að lenda, það sem Rússar vilja að lenda og valda miklu tjóni. Þetta mun bara aukast. Það er að segja loftárásirnar munu herðast á Úkraínu og verða stærri og stærri og þá er spurningin hvar endar það? Rússar eru þegar komnir inn í 5. oblastið. Við höfum talað um það áður að það geti enda með því að þeir taka bara miklu meira og við vitum það, ef að Bandaríkin er að dragast út og vilja til dæmis fara með loftvarnakerfinu til Miðausturlanda út af Íran og vilja vera meiri viðveru í Austur-Asíu, þar sem Bandaríkin hafa viljað fara, að þá er ekkert framundan annað en að Úkraína þurfi að, ég held að bilið milli Úkraínu og Rússlands varðandi samninga muni bara breyka og breyka. Rússarnir muni auka kröfur sínar meir og meir. Og maður heyri það núna eru Úkraínumenn að reyna að ráða menn á vígvöllin í Úkraínu sem eru á bilinu 18 til 25 ára. Og eru að bjóða þeim, ég held að sé að bjóða þeim 20.000 eurur á mann ef þeir fara 1 ár á vígvöllin. Þannig þeir eru farnir að lækka aldrei því að vantar hermenn. Þannig að ég sé ekkert gott í því líka fyrir eins og ég var að sjá með þegar voru forseti Litána að tala um það að beita harðari refsiaðgerðum. Ég veit ekki alveg hvernig það á að vera því að viðskipti milli Rússlands og Bandaríkjanna eru sára lítil og viðskipti milli Evrópusambandsins og Rússlands eru sára lítil nema en þú fari gegnum þriðja aðila eins og við höfum talað um það að olía er keypt til Evrópu í gegnum Indland. En ég meina, það er spurningin, ef maður ætlar að nota eitthvað svona rökrænar skýringar, hvers vegna tala leiðtogar Vesturlanda svona eins og þeir eru að tala miðað við stöðuna, ég skil það ekki nema að við vilji ekki að stríðið haldi áfram og ég tók eftir því bara að rétt áður en ég byrjaði að tala við því að framkvæmdastjóri NATO var bara að segja það núna að í óspurðum fréttum þegar virðist að Úkraína til lengri tíma litið myndi fara í NATO. Og svo sem að tala svona og vitna þá í fundi sem fór fram í júlí í Washington, leiðtogafund NATO, sem tala svona þegar að krafan er að Úkraína verði hlutlaus, sá aðili sem tala svona vill ekki semja. Þeir eru að heimta, sem þeir tala um vopnahlé, en fyrir Rússa er vopnahlé eingöngu leið fyrir Úkraínu að endurskipuleggja henni hjá sér og taka við meiri vopnasendingum. Þannig að aðilar eru á allt annarri blaðsíðu og vera að heimta vopnahlé bara og það sé ekkert annað á dagskrá en það þýðir það að það verður ekkert samið. Ég veit ekki, ég kannski spyr þig, hvernig sér þú þetta fyrir þér? Vegna þess að kröfur Rússa eru náttúrulega ósanngjarnar gagnvart Úkraínu og kröfur Úkraínu gagnvart Rússum eru óraunhæf og menn verða að finna einhverja millileið og Donald Trump og hans aðilar hafa verið að stinga upp að koma með hugmyndir einhverja millileiðir. En því hefur öllu verið ýtt út af borðinu. Þess vegna held ég að Donald Trump og hans aðilar muni smátt og smátt draga sig algjörlega út úr þessu og skilja Evrópu bara eftir með þetta mál. Já, þannig að Zelenski hefur fengið stuðning leiðtoga Evrópu við að hafna tillögum Trump og þar hefur ekki orðið að þessum friðarviðræðum. En ef að Bandaríkjamenn draga sig frá Úkraínu, eða eru þar bara með hangandi hendi, er þá ekki nokkuð ljóst að rússneski herinn mun hægt og bítandi mylja undir sig meiri landsvæði og sem að verður þá mun leiða til þess að öryggisógnin af Úkraínu stríðinu verður ennþá meiri fyrir Evrópu heldur en það verið og þar landi hafa leiðtogar Evrópu rekið öryggisstefnu undanfarin 3 ár sem að grafa undan öryggi Evrópu. Það sem að þeir hafa áhuga þeir hafa gerði mikla árás fljótlega eftir þessar þotur voru eyðilagðar í Rússlandi. Þá var miklar árásir á Kharkiv og svo hafa núna verið einhverjar árásir á Odessa. Þannig að maður sér alveg fyrir þessi svæðin sem þeir hafa áhuga á. Og ég held að ef að Úkraínumenn hafa staðið sig mjög vel í að verja landið úr lofti. En þegar að þeir vopnabúri þeim fyrir algjörlega tæmast og loftárásirnar frá Rússlandi herðast, þá verður meira og meira tjón. Og Evrópa hefur ekki þau vopnin sem þarf til þess að fylla í skarðið
fyrir Bandaríkin. Og með þess að Bandaríkin, ég meina, það er ekkert langt síðan að utanríkisráðherra Bandaríkjanna fór að tala það að summa þessum vopnum, loftvarnavopnum sem Úkraína hefur verið að fá, þau eru ekki lengur til í Bandaríkjunum. Þess vegna hafa Bandaríkin verið að reyna að semja við önnur lönd í Evrópu að láta hendi sín kerfi, en þau eru mörg hver logandi hrædd að innrása næstu árum. Það er talað það bara í Íslandi, Lettlandi og Litáen og Pólandi að það sé bara innrás að koma bara á næstu árum. Og svo líka vekur það athygli að þegar maður að tala stöðu Úkraínu, Framkvæmdastjóri NATO var að tala það að Úkraína færi í NATO til lengri tíma, sem einhvern veginn maður að sleppa því að tala það núna. Sko. Þetta er ekki rétti tími til að tala þetta. Að þá er nýkjörinn forseti Póllands, hann talar það að hann vilji hvorki að Úkraína færi inn í Evrópusambandið né inn í NATO. Og Pólland hefur verið svona einn helsti bakhjall Úkraínu, af því að þeir vilja síst af öllu Úkraína falli, því ef Úkraína fellur, þá er Rússland komið með landamæri við Pólland og Pólverjar vilja, Pólverjar og pólsk yfirvöld vilja aldrei sjá það gerast. Þannig að það er líka skipta skoðanir innan Evrópu, en ég skil ekki alveg... Líka skipta skoðanir innan Póllands, því að ríkisstjórnin, hún vill að Úkraína verði hluti af NATO og Evrópusambandinu, þótt að forseti vilja það ekki. Ja, Donald Tusk er náttúrulega fyrrverandi Brussel commissioner, sko. Hann er á þeirri blaðsíðu, en forsetinn, nýji forsetinn, hann vill það ekki og hann hefur neitunarvald. Hann getur haft töluvert mikil áhrif á það, hann getur gert Donald Tusk mjög erfitt fyrir að framfylgja sinni Evrópustefnu, þannig að það er alveg rétt að forsætisráðherra Póllands og forsetinn eru alltaf næri blaðsíðu. En forsetinn getur stoppað alls konar mál af fyrir Donald Tusk. Já, heyrðu, þú sagðir áðan að Bandaríkin væri að flytja svona afl til Miðausturlanda og undirbúa sig undir stríð við Íran. Ertu að meina það í alvörunni að það sé hætta á því að Bandaríkin farið í vopnuð átök við Íran á næstu mánuðum og misserum? Já, sko, það er alveg ljóst að Ísraelar vilja að Bandaríkjamenn fari til Íran og sprengja þar allt í loft upp allt sem tengist kjarnorkuvopnum. Það sem er kallað enrichment of uranium, þess að vera að auðga úraníum. Þeir vilja stoppa það, en Íranir mun aldrei vilja gera það. Þeir mun aldrei leyfa það að þeir get ekki haldið árum að þeir eru með kjarnorkuver. Við viljum tala að nota því í friðstæðum tilgangi. En það hafa verið samningar á milli, ganga ekki sérstaklega vel og svo náttúrulega mikið samstarf milli Rússlands og Íran. Það spurt ekki hvað gerist, því að Íran hefur verið að senda mikið af vopnum til Rússlands, dróna og annað, til þess að hjálpa þeim. Samband og Rússar eru að hjálpa Íranum varðandi kjarnorkuprógrammið þeirra, sem áreindar ekki vera kjarnorkuvopnaprógramm, en það virðist vera að samningarnir gangi erfilega. En Donald Trump veit náttúrulega að það væri alveg skelfilegt fyrir Bandaríkin að lenda í stríði við Íran núna. Þeir þurfa að fara að komast til Austur-Asíu með sin flotan sinn og fara að einbytta sér Austur-Asíu. Þeir eru í sjálfheldu í Úkraínu sem er engin laust framundan og verið að biðja meira vopnum frá þeim og biðja þá að beita viðskiptaþvingunum út af Úkraínu. Síðan eru þeir í vandræðum líka í Miðausturlöndum og gæti orðið átök milli Íran og Bandaríkjanna og á sama tíma eru þeir að vanrækja Kína. Auðvitað fyrir Kínverja, frá sjónarmiði Kínverja, þá er þetta fín staða. Sko, fyrir Kínverja er fínt að Bandaríkin sé upptekin í Úkraínu og svo í Miðausturlöndum og geti ekki beitt sér í Austur-Asíu. Og ég held að Donald Trump átti sig á þessu. Þess vegna vill hann slökkva á þessu Úkraínuslýsi fyrst, hann vill að hverfi, en hann bara getur ekki látið að hverfa. En það er að fara úr öskun í eldin að fara frá Úkraínu yfir í Íran, sko. Það væri að fara úr öskun í eldin að færa sig frá Úkraínu en hefja svo átök við Íran. Það væri alveg skelfilegt, því að Íran er öflugt ríki, búnir að velvopnað, sjáum það bara drónarnir sem þeir hafa verið að framleiða, sem hafa verið sendir til Úkraínu af valdi miklu tjóni, og Íranir er í nánum samskiptum við Rússa og við Kínverja og Norður-Kóreu. Þetta er það sem er í Bandaríkjunum kallað Axis of Evil, þessi lönd vinna náið saman
Þannig að það verður líka hættulegt fyrir Bandaríkin að fara í stríð við Íran því að hvað myndir Rússar gera? Rússar hafa verið háðir Íranum varðandi vopn til Úkraínu. Þannig ég held að Donald Trump átti sig alveg á því að það borgar sig ekki að fara í stríð við Íran og hann hefur verið að reyna að semja sig frá þessu. Það hefur verið gert í óþökk Ísraela sem vilja stríð. Svo það ekki annað bara að kjarnorkuprógram Írana grafið það langt ofan í jörðu, mjög hálent land, það væri hægt að eyðileggja þó það er reynt og þó það er eyðilegt, þá myndu koma sér því þekkingin í stærri landinu, þeir myndu koma sér því upp aftur. Þannig að fyrir Bandaríkin væri þetta síðasta sem þeir myndu vilja gera og ég held að Donald Trump átti sig á því, hins vegar hefur hann hvergi tekist. Ekki tekist í Úkraínu, ekki á Gazasvæðinu, ekki gagnvart Íran og ekki gagnvart Kína. Hann hefur hvergi tekist ennþá enn sem komið að bæta ástandið. Eiginlega allsstaðar er ástandið versnað. Hann á fyrri kjörtímabilinu að þá sleit hann eða rifti samningnum sem Obama hafði gert við Íran friðsamlega kjarnorkuvinnslu og í gegn minni viðskiptaþvingunum. Þannig að strax þá sýndi hann hefði ekki áhuga á einhverju samkomulagi við Íran. Já, ég held að hann sé að reyna að ná svona einhverju samkomulagi núna sem væri svona svipað, gengi eitthvað lengra. En Íranir eru ekki tilbúinir að láta af hendi sína getu til að auðga úraníum. Það er alveg sko á hreinu. Þannig að ég held að samkomulagi sé strand, en ég held að Trump átti sig alveg á því að það fari í stríð við Íran. Vopnabúrin ég held í Bandaríkjunum séu bara hefðbundum vopnum eru líka ekki í góðri stöðu. Og svo ef það verður stríð, ef það verður átök í Austur-Asíu, út af Tævan til dæmis, hvað ætla Bandaríkin þá að gera? Þeir eru ekki í góðri stöðu. Utanríkis þá þegar hann er að tala að eldflaugar í loftvarnakerfi Bandaríkjunum sé ekki til lengur. En gæti ekki verið að inn í Pentagon séu sjónarmið sem hljóma einhvern veginn á þessa leið að það bara má ekki gerast Hilmar að Íran komi sér upp í kjarnorkuvopnum og þó ég segi þetta sé allt í friðsamlegum tilgangi þá trúi því ekki. Þetta er land sem er auðugt af olíu og þau þarf ekkert á neinni orku að halda út úr kjarnorku. Þannig þau eru að koma sér upp í kjarnorkuvopnum og ef að það gerist að þá munum við eiga í stórkostlegu vandræðum í Miðausturlöndum bara svo langt sem auða eigir. Þannig að þó svo að það sé sársaukafullt að þá er það þessi virði að við förum þarna og sprengjum þetta í burtu. Já, Norður-Kórea með kjarnorkuvopn og það hefur ekki leitt til neins annars því að það vill ekki koma nálægt þeim, en það hefur ekki leitt til þetta styrjaltaki. Ég skil þetta sjónarmið sem leiti, en samt sem áður þá hefur Donald Trump sagt, þá ég heyrði viðtal, hann sagði að við erum með sérfræðinga í Bandaríkjunum. Hann vitnaði í MIT og fleiri háskóla í Bandaríkjunum sem eru leiðandi á þessu sviði, sem að geta búið til kerfi og geta sett upp eftirlitskerfi og þau kerfi sem eru nægileg til þess að það sé hægt að fylgjast með þessu. Hann segir það. Ísraelar hins vegar trúa því ekki. Þeir náttúrulega eru hræddir við þetta. Þeir eru kjarnorkuveldi. En ég er ekkert viss með það þó ég hef engan áhuga því að útbreiða kjarnorkuvopn að þó að Íranir væri með kjarnorkuvopn að það myndi leiða til þess að yrði kjarnorkustríð í þessum heimsluta. En ég skil alveg að Ísraela og Bandaríkjamenn að þeir vilji ekki breiða kjarnorkuvopninu út. En ég meina, ég veit ekki, hann sagði það, Donald Trump sagði að tæknimenn í Bandaríkjunum gætu búið til kerfi sem væri þannig að vera að fylgjast vel með þessu og hann virðist vera að vilja fara þá leið. En við vitum alveg að Ísraelar tortryggja þetta allt og þeir vilja fara hernaðarleiðina og það eru til bandarískir öldungadeildarþingmenn sem til dæmis sem að vilja fara þá leið að reyna að eyðileggja í árás allt kjarnorkuprógram Íran. En það eru margir sem draga því ef það sé raunverulega hægt að gera það myndi ekki vera hægt að gera það og ef það veri hægt, þá myndi það bara vera tímabundið því þeir myndi byggja það upp aftur og við erum að gá að því það er mikið samstarf milli Rússlands og Íran á sviði þróunar þessum kjarnorkuverum sem þeir eru með. Þannig að það sé hægt að ganga frá því eitt skipti fyrir öll að Íran sé ekki með kjarnorkuprógram. Ég get ekki sé hvernig það að vera hægt. Þegar þekkingin til stærri landinu, ef það verið prógram verið eyðilagt, þá myndu við búa til aftur eftir nokkur ár og ef þeir gætu það ekki, þá myndu við fá aðstoð frá Rússlandi sem er þeirra bandamaður. Þannig að þetta er voðalega erfitt að sjá hvernig hins vegar að það sé hægt að koma í veg fyrir að þeir búið til kjarnorkuvopn í einhverju magni. Það
ætti að vera hægt, en ég meina allavega það var reynt og Obama gerði samning, Donald Trump segir að þessi hægt, en ég veit að það er hagsmuna áreistrar, Ísraelar vilja veikja Íran og svo framvegis, en ef það hefðbundið stríð milli Íran og Bandaríkjanna, eða sem milli Ísrael og Íran og Bandaríkin myndi dragast inn í það eitthvað sem myndi vera mjög skaðlegt fyrir Bandaríkin og ég held að þar sé Donald Trump með rétta stefnu að reyna að semja, en eins og segi, það hefur ekki gengið ennþá, en það ekkert útilokað að það verði. Hann hefur ekki náð því fram, hann ætlaði líka að koma á friði á Gaza og hann ætlaði að koma á friði í Úkraínu og hann ætlaði að koma á friði eða koma á samningu við Íran, en ekkert að þessu hefur gengið og hann nú bara að siga herliði á eigin þegna. Síðast við tölum saman, Hilmar, að þá boða ég að ég ætla að ræða við þig svona stöðu smárra ríkja sem eiga landamæri af stórveldum á tímum þar sem að stórveldin eru svona hnykla vöðvana og það virðist vera svona það alþjóða kerfi sem að var til og átt að halda á friði á eftirstríðsárunum sem að kannski tókst ekki, sem að við erum oft talað Íslendingar að það sé mikilvægt fyrir smáríki að það séu virt alþjóðalög, en það kerfi virðist vera að rakna upp og Bandaríkjamenn eru gerandi í því að þau eru búin að setja viðskiptaþvinganir á dómara í alþjóðadómstólnum sem eru að fella dóma sem að þeim kunni ekki við og það er svona margt sem bendir til þess að við séum komin inn í heim þar sem að við ættum kannski vera að rifja upp það hvernig eiga ríki sem eiga landamæri að stórveldum eru innan áhrifasvæða stórveldana eins og þau skilgreina það, hvernig eiga að hegða sér. Þetta tengist svolítið endurmati á utanríkisstefnu Íslands en tengist líka náttúrulega hvernig Finnland, Pólland og Eystrasaltsríkin eiga að hegða sér, hvernig Kákakuslöndin geta hegða sér, hvernig lönd sem eiga landamæri að Kína eins og Víetnam og fleira, hvaða valkosti þessi lönd hafa. En kannski of stutt eftir að samtala okkar núna að við getum farið djúpt inn í þetta. Nei, það alveg ljós sko að Finnland, þessi frægt dæmi land sem fylgdi hlutleysisstefnu lengi vel og fór inn í Evrópusambandið 1995, tók evruna 1999 þegar hún var tekin upp og fór svo bara nýlega inn í NATO. Þetta land sem hefur lifað í skugga Sovétríkjanna lengi og annaðhvort Rússlands og Sovétríkjanna, tók samt að hefur blómstrað, þetta ríkt land og gott samfélag, þetta velferðarkerfi í þessu landi og verklagsmann mjög há og mikill jöfnuður með það sem félagslegu jöfnuður með flest lönd í heiminum. Þannig að þeim tókst þetta vel. Núna eru þeir komin í NATO og til þess að auka öryggi sitt, en maður sér það að það er mjög mikið spenna á landamærunum við Finnland núna og svo er mjög mikið spenna á Eystrasaltinu. Þetta var ekki svona áður, en núna þannig að það er spurningin, mun þetta skila þeim meira öryggi heldur en var. Það er þetta að meta það ýmsa vegu. Með til dæmis nefni Víetnam, þeir hafa fylgt hlutleysisstefnu og gera það enn, þar að segja þeir eru ekki í varnarbandalögum, vilja engan erlendan her í sínu landi, taka ekki afstöðu með einu landi gegn öðru ef það eru átök og beita ekki hervaldi eða afli gegn smærri ríkjum í nágrenni við sig. Þeir eru með þessa stefnu, þeir eru með mikinn hagvöxt og land sem er í uppgangi. Þetta er mjög erfið staða. Þú veist að þeir eru í deilum við Kínverja á Suður-Kínahafi. Þannig þetta er svona spurningin hvaða stórveldi eru mjög viðkvæm fyrir sínum landamærum og Bandaríkin hafa það sérstöðu að þau eru með landamæri við Kanada og Mexíkó, bara 2 lönd og miklu veikar en Bandaríkin. Þannig að Bandaríkinu stafar engin ógn af þessum löndum. Það má kannski þess vegna sem Bandaríkin eru út allan heiminn nefið í alls konar málum að þeim stafar engin ógn nágrunni. Hins vegar tekur bæði Rússland og Kína, bæði þessi lönd eru með landamæri við 14 ríki, hvort sig og svo náttúrulega eru líka þau sjó líka, við tökum Taiwan og svo Japan og þessu framvegis. Þannig að staða Kínverja sem stórveldis og staða Rússlands sem stórveldis er miklu erfiðari. Þeir þurfa að hafa áhyggjur af miklu fleiri málum heldur en Bandaríkin og nú nýlega urðu átök milli Pakistan og Indlands og fyrir Kínverja til dæmis eru
frekar æskilegt að sé spenna á milli Indlands og Pakistan vegna þess að þá þurfa, því að það er líka landamæradeila milli Kína og Indlands og ef að það er spenna á milli Pakistan og Indlands, ekki endilega stríð, að þá eru Indverjar uppteknir af því og get ekki beitt sér eins mikið gegn Kína á þeim landamærum. Þannig að þessi stórveldatafli er allt einhvern veginn svona og ríki sem eiga landamæri við stórveldi og að því stórveldi eru mjög viðkvæm fyrir sínu landamærum þurfa að fara varlega mínu dómi. Og það er ekki endilega víst sko, að vera í varnarbandalagi eða vera við mikla hernaðaruppbyggingu við landamæri sé eitthvað sem er æskilegt og Úkraína var með þessa hugmynd að það væri hægt að fara inn í NATO og þeir hafa kannski haft Eystrasaltsríkin sem fyrirmynd sem eru mjög lítil og fóru inn á réttum tíma, þau fóru inn í Evrópusambandið 2004 og í NATO sama ár þegar Rússland var mjög veikt, Úkraína náði þessu ekki og er á miklu viðkvæmara svæði, þannig að Rússarnir líta þetta sem ógn að það sé hernaðaruppbygging NATO á landamærunum hjá sér og auðvitað er þetta mjög umdeilt, en ég held að við vitum það í samningaviðræðum sem hafa verið farin fram, þá er þessi krafa efst á blaði Rússa að Úkraína fari ekki í NATO og það verði ekki hernaðaruppbygging þarna á milli. Þannig að lönd sem eru lenda á milli stórvelda, þau eiga þá á hættu að vera eyðilögð og það er að þau verðum að sjá í Úkraínu að staða landsins er orðið mjög slæm. Landið er efnahagslega í rúst, þeir eru að vera búnir með vopnin, bakhjarlarnir í Evrópu eru að vera búnir með sín vopn, Bandaríkin hafi ekki áhuga, það veit engin hver á að byggja landið upp að stríði loknu, Evrópusambandið hefur ekki peninga í það, þeir hafa valla fyrir sjálfan sig, það er ekki hagvöxtur, það er hernaðaruppbygging sem á að þessi stað, þannig að Úkraína er í mjög slæmum málum, þannig að þegar lenda svona á milli, þá geta þau verið eyðilögð og svo sér maður ekki að Evrópusambandið og Evrópuleiðtogar, það er eins og aðilar vilja halda stríðinu áfram með það í huga að segja ok, við viljum frekar senda vopn til Úkraínu haldi áfram, heldur en við fáum þetta stríð inn á okkur. Þannig að sko Úkraína er bara dæmi land það sem að lendir er á landamærum stórveldis, það sem að síður upp úr, er hvatt áfram og við vitum það hafa lengi verið sagt og þar á meðal okkar forystuminn í stjórnmálum að Úkraína myndi vinna stríðið við Rússland. Og við vitum hvernig staðan er núna að það hallar undan fæti meira og núna er sagt að Rússar vilja ekki frið og það er að semja bara vopnahlé en ekki varanlegan samning. Það sem Rússarnir eru að segja að við viljum friðarsamning, það sem er búið að taka tillit til þeirra atriða sem eru þannig að þetta endurtaki sig ekki. Þannig að sko Úkraína er bara dæmi land sem lendir á milli, hefði Víetnam geta lent í þessari stöðu og fleiri lönd í heiminum lent í þessari stöðu. En þetta náttúrulega er mjög erfitt og ég er ekki viss að Finnland, þó Finnland sé komið í NATO, að öryggi landsins sé endilega mikið meira vegna þess að við sjáum það að NATO er að veikjast og bakhjarl NATO og Bandaríkin hefur bara orðið mjög takmarkaðan áhuga á NATO. Og þessi hernaðaruppbygging sem er að eiga sér stað á landamærum Finnlands núna, hún var minni áður og þessi átök á Eystrasaltinu og maður varandi í Ísland þá er náttúrulega Ísland í að mínum dómi allt annarri stöðu að því að þegar við erum komin til Íslands, ég held að Rússar þetta ekki til hugar að Ísland sé á þeirra áhrifasvæði ennþá fjarlægari fyrir Kína. Hins vegar eru Norðurlöndin frændþjóðir okkar sem eru á meginlandi Evrópu sem eru annaðhvort með landamæri við Rússland eða liggja á sjó að Rússlandi er í miklu meiri vanda heldur en við að þessu leyti og þetta Úkraínustríð er líka að vefja mjög mikið upp á sig. Sko, maður gerðist ekki að þetta Úkraínustríð sem er búið að varð, það var ekkert að semja, það var ekkert að finna neina lausn á þessu sem reyndi að koma drög að þokkalegri lausn í mars 2002 í Istanbul, það var ákveðið að ganga frá því hvað þetta er að hafa miklar afleiðingar fyrir alla Evrópu, var þetta hernaðaruppbygginguna að heimta nú NATO fundur 24. til 27. júní, það var samþykkja öll lönd eyði 5% af verkefnaðarframleiðslu til varnarmála. Þetta mun gjörbreyta Evrópu og gjörbreyta okkar samfélögum til framlög til velferðarmála og slíkt
þetta mun allt gjörbreyta, þannig að maður sér hvað þetta, ég held að það hafi verið mikið skammsýni að reyna ekki til þrautar á sinni tíma að slökkva á þessu stríði í Úkraínu strax. En við setjum uppi með afleiðingar af því að það var ekki gert og þannig nú það. En við skulum láta gott heita í dag, Hilmar. Ég slæði á þráðinn til þín aftur og þá kannski förum við aðeins ofan í þetta nábýli við stórveldin. Líklega hefur stríðið í Úkraínu haft áhrif á lönd eins og Georgíu sem kannski horfir á það að þau verða að búa sig til einhverja stefnu þar sem þau geta haldið frið við Rússa en átti einhverju samskiptum við vestrið. Öfugt við það sem var kannski fyrir 10 árum þar sem voru stórir hlutar þjóðarinnar sem töldu að leið Georgíu væri að tengjast bæði Evrópusambandinu og NATO sem allra fyrst. En við skulum láta þetta gott heita, ég bara að boða það að ég muni hringja í þig aftur og þá höldum við áfram samtalinu. Kæra þakkir, Hilmar. Takk fyrir. En við höldum áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.